Það er bjart. Það er bjart núna? Já, svolítið bjart. Já. Við erum myrkrinu ógeðslega lengi. Já. Við erum bara að sitja inn í myrkrinu, bíða eftir að þátturinn byrji. Við erum bara að bíða eftir því að þessi þáttur fari í gang. Að spjalla. Að spjalla eins. Það er gott, sko. Það er gott að spjalla. Já. Nei, en við erum náttúrulega kannski fínt að við byrjum að byrja afsökunar, þú veist, á komu síðasta þáttar. En hverjum er það að kenna? Það er bara það sem ég er búin að hugsa. Hverjum get ég kennt mitt vandamál? Já. Skilur mig? Lendur aldrei í þessu. Þú gerir eitthvað, skeist eitthvað og þið langar svolítið að kenna einhverjum öðrum. Já, 100%. Þú veist, ég vinn með manni sem að hann gerir aldrei neitt rátt. Nei, vá. Snillingurinn. Þú veist, hann er snillingurinn. Hann er það sem við köllum besserwisser. Eða vissibesser. Ég tók tricks á hann daginn. Ég sagði að hann væri vissibesser. Já, það? Virkaði það? Já, hann fór að segja mér að væri ekki vissibesser. Heldur væri það besserwisser. Flott. Og þú spyrir eitthvað. Nei, þetta er sko, ég veit ekki hvað. Hverjum þetta er að kenna? Já, þú veist, ég veit það ekki. Sko, jú, þetta er náttúrulega þér að kenna. Já, þetta er mér að kenna. Þetta er, ég segja, og kannski segja bara. Það er það sem ég er að segja. Já, ég get samt kennt einum gaurum. Netkallinum. Já. Áttu koma netkall til mín. Hann kom, en hann síðan fór. Af því hann sagði, eftir að blási í þetta. Og ég bara eitthvað, ok, hvað, ætlum við ekki að útskýra meira hvað það er. Og síðan sagði bara, við verum bandi í vikunni. Já. Þá komum við og þá var ég með meiri græði og þá get ég blásið í þetta og ég bara, ok, þú veist, hérna, hvað? Þú spurðir ekki það? Nei, ég spurði ekki, ég hugsaði bara, þú veist, ég var bara að fara með... Þú smurði bara svona, já. Ég var að fara með krakkan í skólan, ég var ángist bara lúmst fegin að hann fór. Af því hann var að tefja mig að fara í, þú veist, vinnuna og skólan með börnin. Já, í mannablaði svo spurði ég þig update, bara hvernig væri hérna staðan og eitthvað, þú eitthvað. Hann ætlaði að koma að blása í en ég veit ekki hvað hann var að segja og ég sagði þér hvað þýtti af því ég veit allt. Já, þú ert pínubessi þessu sko. Ég er alvitur. En að blása í þýði hvað? Núna, í dag, nú veistu betur. Það er svona ljóslega. Já. Ég vissi bara ekki að þetta blása ykkur inn. Nei, þetta er úr kassanum, þetta er bara eitthvað slingu sem þið nota. Ég hefði viljað að segja, þú ert örgulega forutnast núna, hvað þið að blása. Ég skal segja það sko, hérna, ég þarf að fara út, blása í, er það ekki það sem þið gerir, blása bókstálega í rör? Jú, er þetta ekki bara eitthvað svona eins og fjöður í rafvirkjum? Já. En já, það er það sem gerðist og hérna, og ég bara, náttúrulega prúsa búin að vera, þetta er hljómanus alltaf afsakanir, þetta er samt umverulegt bara það sem búið að vera í gangi. Ég er búin að vera að flytja, hérna, drasl komið fyrir í íbúðinni minni og hérna... Ekki hjálpaði ég þér að flytja? Nei, hjálpaði mér bara ekki neitt. Nei. En þú sagði, búin að segja mér margoft á síðustu mánuðum, bara þegar það gerist, ég kemur svo kallaður. Komst mér þess ekki þegar mér andaði bara hlut úr bílnum, komst ekki eins og þá. Nei. Hlutunum var skjárinn sem þú síðan braust. Er það? Thanks, dude. Ef þú spáir í því, ef við förum alveg í grunni. Hefðir þú staðið þitt, þá væri ég með skjá í dag, skilur. Já. Þannig já, það gerist líka. Ég er náttúrulega að segja, sko, ef við förum í rótvandans, ef við förum að kenna einhverjum Já. Þú hefði getað klift þáttinn auðvitað með skjánuðinum. Já, en þú veist, ég þarf samt net til þess að, þú veist, já, en þú veist, þú getur gert það bara heima á mér eða eitthvað. Já, jú, tæknilega séð. Þetta var samt svona, ok, það er samt, mér finnst ósengjant að vera að kenna því að ég sé ekki með net og ekki með skjá, eitthvað, ég get ekki klift ekki með skjá. Þetta er bara svona, ég held að þetta sé bara pínu svona ADHD dæmi mitt, ef hlutin er ekki að ganga upp, þá fer allt í fokk. Og þá fer öll svona röð og regla í eitthvað fokk og ég bara svona fer undir sæng og ég er þar og slekkur ljós. Og ég bara svona, hvað? Hefurðu hristið nýlega undir seng? Nei, eða hvað, Nei, bara, þú veist... Hvað? Nei, ég var bara... Þetta er kannski ADHD moment mitt. Hef ég hrist mig nýlega undir seng? Já, í nýja húsinu, skilur, ertu eitthvað búin að víja húsið? Nei, ég er ekki... Það er ekki að fara að bæta það upp. Nú ertu komið net? Sér, hvað til ég er ekki komið net sko. Nei, það átti að vera miðvikudaginn. Það átti að vera morgun. Já, það er morgun. Já, við erum takið upp á þriðjudegi sko. Já, það er rétt. Já, nei, en þú veist, það er bara búið mikið að gerast og vonandi gerist þetta ekki aftur allan að
Nei, þetta er alltaf komið á mér og mér er farið að líða bara mjög vel. Já, en það er samt líka eitt sem við þurfum að taka, spjalli við hlustendur. Já. Spjall sem við tökum sjálfur saman daginn er við vorum bara ákveða daga sem voru 50 dagar. Já, þetta er svona stöðufundur ógæglaður núna. Já, með hlustundum. Já, með hlustundum. Þannig að þú veist, hvað finnst ykkur? Ef þið viljið koma input á þessu stöðufundi sem við erum að fara að taka núna, þá megið þið senda okkur á ákvæglaður Instagram. Sorry, segi þetta aftur. Þannig að ef þið viljið vera með okkur á þessu stöðufundi, þá bara sendið okkur. Sorry, það er ennþá. Sorry. Ok. Go on. Já, þannig að ef þið viljið vera með okkur á þessum... Nei, já, ok, sorry. Já, þannig að ef þið viljið vera með okkur á þessu stöðufundi, ekki hættu. Sorry, fyrirgefðu. Þetta er ástæðan fyrir þættinni komið út. Fyrirgefðu. Þegar það þarf að klippa svo mikið svona bull. Fyrirgefðu. Hver sagði við vorum að klippa þetta? Já, svo er það. Svo er það hann er enginn að hlusta á. Nei, mig. Það er bara món. Kannski klippum það aðeins. En það sem ég ætla að segja, þeir sem vilja vera með okkur á þessu stöðufundi, þeir geta komið comments. Já. Og sagt sína skoðanir inn á ákvæglaður. En það sem við vorum að pæla, þegar við viljum að þetta sé fjölskylda og þetta sé við tveir og fólkið okkar. Með mitt, já. Eins og til dæmis Ásdís Rún. Ásdís, já. Hobbybóndi. Sem vann, já. Við erum að fara að kíkja til hennar, bara bráðum. Með kameru eða ekki? Mér langar það Já, takk þetta upp. Já, ef hún leifir. Ég getur gert tímislegt. Já. Þú getur fundið Bubba, leitin að Bubba. Það er náttúrulega núna Finna Bubba. Býr Bubbi hér? Nei. En hún sagði að hann væri fluttur. Já. Sem er Bjó Bubbi hér? Sem er kannski hóks. Já, kannski einmitt. Nei, já, það væri gaman að fara með kameru og skikjast að þessi líf okkar leiðilegt sem pældi að vinna gjafaleik og allt er þetta og bara umræðefni partur af þættinum. Nei, ég fann það bara orkun á henni. Hún er stemming svona. Já. Hún er til í þetta. Af því að það sem ég var til að gera, það nú fer að steytast í sauðburð. Já. Mér langar að kíkja á hann í sauðburði. Einmitt. Og láta því kannski taka móti lambi eða svo. Já. 1-5 lembu. Já. Ég er bara opinn. Ég held að það væri... Þetta er bara svona hobby. Já. Þetta er bara svona hobby. Þú getur orðið hobbybóndi. Já. Ég er hobbybóndi. En ég meina, ég fór að pæla í þessu eftir þáttinn, ef ég er með hænur í garðinum, er ég hobbybóndi eða? Já, klálega. Ég held að það sé bara besta útgáðan, það er svona alvöru hobbybóndi. Já, einmitt. Kannski með lítið gróðurhús og rækta eitthvað. Dúfur, já. Dúfur er mjög mikið svona hobby. Nei, það er ekki bóndi. Nei, svona, Dúfur það er mjög mikið hobby. Dúfur eru bókstaflega einskisnýtar. Já, ég veit það, en þetta er bara gaman kannski fyrir einhverjum. Hænur gefa þér egg. Já. Dúfur fara bara með skilabúð. Það er ekki einn tilgangur. They used to. Já, ég meina bref. Hvað veist þú samt, ertu alveg 100% vissum að dúfur ekki ennþá því? Eina sem ég veit dúfur, þær eru bara fyrir. Þú veist, þær eru út allt. Já, þær eru kannski ekki bara, þær eru ekki útsendar fyrir þig, skilur. Nei, allan ekki fyrir mig, persónulega. Og hvað er ekki að finna að fá svona, þegar þú varst í grunnskóla, voru oft svona miðasendingar sem voru kannski bara svona ljótar, bara svona einhverju að vera leiðileg við þig, bara eitthvað svona fucking langur, eitthvað svona stór. Já. Bara andfúll, eitthvað svona. Já. Pældi að gera þannig dúfuskeiti. Okkur flytur ekki bænum. Bara hei, dúfuskilabóð. Drullaður úr bænum mínum. Hver? En ég meina, ef þú hefur verið bæjaritari ef þú hefur verið bæjaritari hefur ekki notað mikið dúfur? Ég hef notað uglur. Ég hef verið með uglur og hest. Spila Quidditch, já, 100%. En já, hvað voru að segja? Kíkjum á Ásdísi með myndavél og í Sauðburði. Ég held nefnilega að það væri mjög skemmtilegt sko. Af því að mér langar svo og mér hefur langað til smá tíma að sjá þig í svona Sauðburði. Nei, mér langar að sjá því í allskins störfum. Bóndi númer 1. Já. Sjómaður líka, mér langar að prófa að sjá það. Já. Mér langar að sjá því í allskins svona... Ég held að ég kemur óvart, sko. Ég nefnilega held ekki. Ekki? Þú veist, ég er svakalur. Í hverju? Að ég er svona svo ditto, Pokémon. Ég get sett mig í hvaða duðlega gerir sem er.
Ok, heldur þú myndir höndla sjó? Ég spegill samtímans. Heldur þú myndir höndla sjó? Já, ég held að ég myndi höndla sjó. Það? Já. Ég held að þú ert svo lítil típa. Nei, ég átti mig alveg á því, Þú ert svo lítill. Já, máli, ég veit lið sem hefur farið á sjó, sem bara alveg bara, þú veist. Eins og mig. Já. Beggi eða þú ert að hlusta. Já. Skýrstjóri. Já, sko, ég veit fólk sem hefur farið á sjó, sem ekkert þannig, þú veist, ég stundum svona, þú á sjó? Þú veist, skilur, þú veist. Sko, sjómannska ekki grín. Ég nenni ekki út í sumra, ég veit það, en það ekki, þú veist, það ekki 1800, skilur. Nei, ég veit það. Það komið svo tæki og alls konar svona föt sem hún getur verið í. Já. Það ekki svo að sé eitthvað, ég ekki að grípa fiskinn. Nei. Þú ert ekki bara í sjóstakk og bera neðan. Nei, nákvæmlega, þetta alveg, það alveg komið alls konar, ég búin að horfa á þætti og ég veit að ég gæti það. Ég bara veit að Horfðir á hana, manstu, það var eitthvað. Já, íslensku, Catch eitthvað. Já. Hvað heit það? Man ekki hvað heitir, Greatest Cats eða Arctic Cats eða eitthvað. Það var eitthvað svolítið. Ég horfði á þá sko og ég hugsa ekki ég geti það. Nei. Ég held ég geti þetta alveg, ég held ég bara hafa ekkert svo mikið gaman að þessu allan tíman. Nei, ég skilji. Nei, ég meina þetta hefur það enginn, það ekki allir bara djúvillir að taka. Nei, já, ég held ég taki þetta bara ekkert á kassan, en þú veist, ég geti alveg tekið túr. En heldur þú geti tekið fristethóratúr? Munurinn Fristethóri, hann út í kannski 30-42 daga. Já, ég geti það, ég held ég geti það meira heldur en viku. Já, það svona stærra skip og það svona skip sem eru, þú veist, þá ertu með herbyggi, þú ert með, það líkamsrækt kannski borð og það alls konar svona afþreying, sko. Þetta bara skemmtiverðarskip. Það svolítið þannig. Þetta bara svona skemmtiverðarskip. Já, bara strákanir. Já. Þetta svolítið mikið bara svona við strákanir. Já. Ekki alltaf. Nei, ekki vera kett sem ángur svona. Já, bara ógeðslegt það ógeðslegt það að halda það til bara strákar. Getur samt eitthvað batermaður er? Nei. Það sem ekki nei. Ok, herru, já, við finnum eitthvað úr þessu, ég fer á báti eitthvað. Sko, það sem ég væri til að gera einhvern veginn væri bara svona YouTube miniserí af okkur prófa allski störf. Já. Og kannski svona, ég held að þetta væri ógeðslega sniðugt, bara ég og þú prófum vakt, hálfa vakt, einhver staðar á einhverju. Hvort það bóndi, skip, you name it, elliheimili, eitthvað. Já. Ég ætla að myndi vinna þetta. Hvað er svona starf sem að þú myndi fara í sem þú myndi bara ekki höndla? Ég held að það væri leikskólastarf. Ég hef verið á leikskóla, ég er frábær leikskóla. Já, ok, auðvitað eftir frábær leikskóla. Sko, ég myndi segja lögreglumaður eða sjúkraflutningamaður. Já. Ég er svo lítill. Þegar kemur það svona. Rosalega rutt starf. Já, ég held ég geti það aldrei. Já. Bara kúdós og alla sem að geta það, sko. Einmitt. Ég gæti aldrei komið að slísi eða þurft að fara á banka hjá einhverjum og segja einhverjum að einhversi dáin. En gætur verið, þú veist, ok, það alveg, þetta svona hjútstörf, þetta alveg svona alvöru starf, sko. En gætur verið, þú veist, dyravörur? Nei. Ég held að vera vesti dyravörur í heimi. Ég er sammála. Þú væri bara, já, ok, farðinn. Ég er sammála. Ég vorkenniði pínu, farðinn. Já. Eða skilur, þú væri overnæs. Ég er svo góður. Já, og líka, þú veist, stöðumælavörður. Já. Þú væri hræðil, bara, nei, gerist þetta ekki fyrir besta fólk? Ég get ekki verið í neinu svona. Þetta er mjög góð punktur. Hann er kannski litblindur, sá ekki bláastæðið. Ég myndi ekki segja það bara. Já. Ég myndi bara, ert ekki bara litblindur? Ert ekki bara, já, ekki bara. Jú. Ég er mjög samanlega. Ég held ég verið mjög lélugur í svona störfum þar sem að maður þarf að vera einhvers konar gatekeeper. Já, ég held ég geti aldrei. Bara, þetta er frábær punktur þér. Ég hef aldrei hugsað þetta, en það er svona fyrst sem þetta í hug, sko. Þetta, já, ef við erum að tala svona ekki alvarleg störf, myndir þú segja að krupningamaður verið alvarleg starf eða? Já. Ok, af því ég geti það ekki heldur. Já, mjög alvarlegt starf, sko. Bara mjög mikilvægt alltaf fyrir rannsóknir og svona. Þú veist, að finna út í hvað gerðist. Krupningir er svona besta sem þú getur. En það er líka, þú veist, ef löggan kæmi og var eitthvað svona fiska eitthvað upp um mér, ég var, nei, það... Þú getur aldrei verið ljósmóður. Nei. Þið myndi alltaf líða hræðilítla. Þú veit verið að fyndi. Ok, ég þarf að þetta. Ok. Það er svona, fun fact, ég held að hafi aldrei verið kallmanns ljósmóður í Íslandi. Er ekki ein? Einn ljósfæðir. Er það ljósfæðir? Ég held að það sé ljósfæðir. Já. Það var áhverð að vita ef það er til, sko. En ég held að sé, mér minnir að sé einn. En ekki, þú veist, ekki kóta með á þetta. Nei. Ég er ekki alveg 100%. Nei, ég hef heyrt það af enginn. Nei, enginn stig í þetta skref.
það hlýtur á ljósfaðir. Já. En það er dastalegt, ég meina, þú veist, lögreglumaður er kona, skilur. Já. Mér tekla sig eftir ljósmóður og vera bara ljósmóður. Já, ég sammála. Það er bara þannig. Já, bara hvort sem þú ert kallaði kona, sko. Já. Eða eitthvað annað. Einmitt, en hvað, gerðu eitthvað í vikuna? Eitthvað nýtt í þessu? Já. Hvað? Ég gerði svolítið. Hvað gerður þú? Nú er ég er að fara að koma óvart. Ég gerði svolítið svakalegt. Eitthvað sem að þú veist ekki af og ég er búin að halda þessu leyndu í smá tíma. Ég held ég vita. Hvað? Stalst einhverju? Nei. Ok, fuck, you get. Stali einhverju? Hvað er Oh my god. Klikkaður? Já, af því það var rænt lúðuri daginn og ég fór á lúðurinn og... Já, ég kom í partí. Já. Nei, ég stali einhverju. Djöfull er ég fegin. En hvað ertu búin að halda leyndu? Ég Hvað? er að fara í bæjarstjórn. Hæ? Ertu að fara í bæjarstjórn? Ég er sko bæjarstjórn, ég er að fara í... Ættu ekki að halda þessu ópólitísku podcasti? Hvað er að þér? Ættu ekki að vera hlutlausir hérna? Sko, ekki... Ertu að djóka? Nei, ég er ekki að djóka. Hæ? Ég er ekki að djóka, sko. Ok, fyrir hvaða flokk? Okkar hverginni. Ok. Já, þú verið það. Já, ég verið það. Já. Það er góð, frábært. Ekki miðflokkinn, skilur við. Nei, ég er bara mjög fegin að það er ekki miðflokkurinn. Af því ég var að fara að slökka á þessu dæmi, sko. Já. Hæ? Já. Ok, og hvað kom til? Var bara eitthvað, jó. Nei, sem sagt... Af hverju fekk ég ekki sem það? Einmitt. Ó, nú er ég pínu móðgæður. Já. Þetta er, já, ég var bara heima á mér á sunnudaginn. Já. Og það var heyrt í mér maður sem að senda á mig bara hérna, hæ, getur þú spjalla við mig í nokkra mínútur? Já. Og ég bara, ég er svo umingja góður að ég er svo virkið. Nei, ég líður eitthvað ítlekkall. Ég veit alveg hver þetta er, þetta er frábær drengur, góður drengur. Hérna, Manstu, við ætlum að hætta þessu. nei, að því þetta er satt, hann er góður drengur. Já, við erum búin að... Höldum áfram. Og hérna, og hann sendir þetta á mig og ég er eitthvað svona, hvað getur hann verið að fara að ræða við mig? Ok. Ég veit hann er mikið í körfuboltaþjálfun. Ok. Vantar hann sendir. Já. En hann er að þjálfa stórt félag á Íslandi, sko. Okay. Þannig að sennilega ekki, þú veist, hann vantir bara mig í sendirinn, sko. Ok, áverð. Og hann bara eitthvað blessaður hérna, hvernig hérna, ég sé að podcastið ykkar er bara að fara að vilja stað og hérna, og eitthvað og ég bara, já, bara geggjað og eitthvað hérna, ég held að vera að fara að byggja mig um eitthvað gig eða eitthvað. Af því ég hef oft lent í ykkur svoleiðis. Já, endilega, heyrið okkur. Vákvæði glæður ef ykkur vantar átöðum karaoke eða eitthvað stemmings. Pubquiz eitthvað svona stemmings. Allavega, hvað það er. En ég hef oft lent í ykkur einmitt svoleiðis. Bara svona, hei, getur þú veislustýrt eða getur þú komið pubquiz eða átöðum karaoke, eitthvað. Og hverjum er það að þakka? Þér. Já. Ég á allt þér að þakka. Já. Ég held að þetta væri bara svoleiðis símtal. Nema, svo segir hann eitthvað þegar hann er búin að ræða við mig um podcastið, þá er hann eitthvað svona, en ég hringdi þetta ekki til að ræða við um podcastið. Ok. Ég hringdi til að ræða við hvort þú var til ég að koma á lista. Ok. Fyrir okkar hverjargeri. All right. Og ég, eins og ég er, meðvirkur eins og þú. Já. Og svolítið svona, ég held... Já! Já, eða ekki? Það var bókstala það sem ég gerði. Ég var bara, já, eða ekki? Ekki bara gaman? Jú, bara, já. Þú veist, bara kýlum á það. Við vissi ekkert hvað ég verið að frúti. Djöfull er þetta ósangjant. Kona mín, sem er hvergeringur, hún var mjög sár. Og hún var ekki sátt með það að ég hafi hringt í mig. Já. Hún var eins og þú núna. Já, hún var svona, mér finnst það ósangjant. Mér finnst það líka. Og ég segir af hverju. Ok. Ég er komin á leigumarkaðinn. Já, heldur betur. Gerum þetta podcast, gaman. Þegar ég er að fara í pólitík. Þinn fyrir þetta hérna. Þinn fyrir þetta bara vrum, það er allt grænt við þér. Ok, samglaðist þér. Sko, já. Nei, vákvæði glaður og setja að fara í pólitík. Það er geðveikt. Nei, sko, það sem ég vil líka koma fram er að hérna, þau heyrði mér og ég var bara já, frábært, bara hérna, eins og ég er bara já til ég að hérna, bara neglum á þetta. Hún var marga titla allt í hennu bara, hvernig. Já. Kynnist mér, kom marga titla. Einmitt. Hverjum, vá. Hverjum ætlum að segja það? Hverjum ætlum að segja það, hvað heila? Þegar ég verð kjörin, þegar ég verð kjörin í bæjaráð, þá mun ég segja my greatest leader, Ingólfur. Já, ghostwriterinn. Já, kendi mér allt.
Ég var 5 ræðu. Já. En já, þannig að ég á leiðinni í bæjarpólitík. Ok. Og hvað myndir, núna, þú veist, seldu mér þetta, hvað er það að fara að gera? Veistu eitthvað, hvernig virkar þetta? Nei, þetta er bara í bígerð. Já. Þú veist, þá eftir að fara í okkar hvergir í meiri hluta núna. Já. Hvenær eru kosningar? Kannski fint og finnur út af því. Farðu í það næsta fundi, spyrir hvenær er þetta? Hvað eru að gera? Bæjarstjórnar. Nei, sko, þú verður að skilja samt hvað þetta þýðir. Það er blómálið. Þú veist, þú verður átt á því. Hvað er því? Núna ert þú, það er samt flott að þú sagðir þetta. Að því núna er ekki hægt að taka mark á þér. Hvað er þetta gott? Já, fyrir ekki það. Já, það er ekki hægt að taka mark á þér núna næstu þetta. Það þér pólitíkus. Já, þú veist, það er svona, þú veist, eitthvað agenda, skilur, hérna. Næstu sveitarstjórnarkosningar fara fram 16. maí. Ok. 2026, sem að Það er bara eftir 2 mánuði. Já. Ok, all right. Þannig að þá var ég bara orðin... Já, ég meina, sko, þetta þýðir ekki samt að ég sé að fara að kjósa okkar hverjir, bara svo veit að, nei, það er bara ekki, Ójú. Nei, ég mun En ef við býðir upp á fleiri leikvelli. Já, ef við gefum mig Húsnæði. Húsnæði. Gef mér húsnæði. Frítt fæðu húsnæði. Nei, þú veist þetta, ég ætla bara að halda þessu sönnu hérna. Þú ert ekki fara, þú veist, þú ert núna bara... Ég þarf að vinna eitthvað. Já, veist, að mínu mati, sko. Núna, leikurinn átti að vera þannig, við ætlum að vera hlutleysir hérna. Já. Núna ég ætlum að vera hlutleys. Tengt pólitík. Þú getur ekki, þetta er áhugavert. Nei, það er líka, þú veist, eftir fundin í gær við þá var ég svona, þá var ég ennþá meira bara hvað er ég búin að koma mér út í. Já. En ég er náttúrulega ekki að vera bakvöldur þessu. Þetta er bara eitthvað svona, ég held að þetta sé bara eitthvað svona gaman að prófa. Mér langar smá núna í okkar hvergeri. Bara til þess að vera ofar en þú á listan. Við skilum hérna. Bara til þess að vera... En að fara einhvern annan flokk. Það er þetta ruggla. Það er þetta insane. Hvað er það, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn? Og Samfylkingin, það er nýtt. Ég held að þeir séu ennþá að leita manni. Já, heyrið mér. Það var ákveð skeðvikt. Við í stríði. Bífi. Já. Nei, já. Við erum bara saman á lista eða eitthvað? Já, ég er búin að halda þessu svolítið lindu fyrir þér og bara að því að mér langaði að sjá viðbröðin í podcastinu. Já, hvað sagði konan? Akkur var hún pyrruð? Út af því að hún hefur aldrei fengið svona síðutal. Nei. Henni fannst það bara leiðilegt. Já. Langar henni í pólitíka? Nei, henni langar bara í símtalið, skilur. Já. Henni langar bara svona, við vorum að hugsa þig. Já, ég skil það. Þú er hvergeringur, þú veist. Ég er bara AKP. Já, aðkomið bakk, sko. Þú ert aðkomið bakk. Já, það er... Einmitt. En það sem hann alltaf er kallinn að vinna. Já. Svona er þetta. Það sem hjálpaði mér náttúrulega í kostingabaratunni er stemmingsmaðurinn í mér og það er alveg sem fólk er að leitast eftir. Og... Þú voru bara, hann er geggar ekki svo karaoke. Í svo fór ég líka að hugsa, voruð þið kannski bara að leitast eftir fríum giggum? Einmitt. Akkurát. Voruð þið bara að leitast eftir einhverju... Er þetta Trojan Horse? Já. Er það að reyna að smita þetta podcast? Ég segi nei. Reyndu betur okkar hver. Ég segi já. Já, að sjálfsögðu. En hérna, geggja, til hann ekki við þetta. Finnst þetta ekki gaman samt að vera included? Þetta er mjög blendað tilfinningar. Ég eins og sé, mér finnst það mjög gaman, mér finnst það spennandi og svona, þetta er svona ævintýri, þetta er alveg steikt, sko. Já. En á sama tíma er ég mjög stressaður og svona, ég veit eiginlega ekki hvernig ég útskýri þetta. Þetta er alveg megasteikt, sko. Já. Ég veit bara ekkert út hvað er að fara. Sögðu ekkert við þig? Í, þú veist, viðtalinu Jú. En þetta var smá leyndu fyrir þér. Nei, en þetta var rosalega mikið eitthvað svona háfleitt íslenska, svona pólitísk íslenska. Þetta var bara eitthvað svona, og þróunarsvæði, þú veist, og fjárlögin og eitthvað. Já, sjálfsögðu. Já, ég skil nákvæmlega. Það er alveg það sem ég gerir, sko. Já, ok. Það er eitthvað sem ég brenni mig mjög oft á. Það segir bara, já. Og svo veit ég ekkert hvað það er verið að segja við mig. Betur, já. En það er líka, þú veist, það sem þau sögðu, þú veist, að það koma voðalega fáir inn í þetta og vita bara allt. Já. Og það er nefnilega sem ég er tilbúin til bráskorun. Áður en að veist af, þá er ég orðin bæjarstjóri. Já, komið bindi. Nei, en að öðru. Já. Ég lendi í rosalega atvikjum daginn. Ég var sérst á það er búið að vera svolítið leiðilt viður.
slita og svona sökkar. Já, þetta búið að sökka svolítið. Og sökkar svolítið mikið. Líka bara út af því hvernig veturinn búin að vera. Veturinn búin að vera bara eitthvað svona geðveikt næs. Já. Bara ekkert svona. Nei, og svo bara allt í einu mars. Það er að koma sumar, sko. Já. Þá allt í einu svona, herri, já, ég ætla aðeins að minna á mig hérna. Einmitt, já. Þetta gerist einhvern veginn alltaf svona. Já. Og svona, já. Ég gerist alltaf svona. Já, kemur alltaf svona leiðilt viður á þessum tíma. Já, ég veit, en þá er líka búið að leiðilt við fyrir, þannig að maður er ekkert að kipa sig upp við það, skilja. Já, ok. Það er bara búið að vera 10 gráður og næs, sko. Já, sorry, politikus. Þetta er búið að breyta öllu. Þetta er búið að breyta allir dýnamíkinu. Nú er bara komið hroki. Já, nú er komið hroki. Mentarhroki í mig. Já, mentarhroki, sko. Nei, en ég var að keyra heiðin daginn, af því ég er náttúrulega, eins og ég segi, ég vinn í bænum og ég lendi í 2 atvikum á sama, bara svona á 5 mínútum. Það var bara ógeðslegt veður, ógeðslega veður og bíll á undan mér með litla kerru. Já. Barnavagn? Barnavagn? Nei, barnavagn? Já. Nei, bara kerru. Já. Veist? Bara svona lítil kerra. Já. Já, lítil, já. Svona í eftirdrei. Já. Einmitt. Ekki skottir. Nei. Í krók bara. Já. Veist, í króknum, dráttar. Bara vera specific. Já, ég skil. Bara, mikilvægt, sko. Þetta er eitthvað sem að, þú ert að búa með undir bæjarráðsfundi. Já. Svona, það getur komið alls konar svona. Twists and turns. Nei, en hérna, þetta var svona, þetta var ekki venjuleg kerra, heldur var svona húsakerra, þetta var svona kubbur, þetta var svona pínlítil hestakerra. Já. Og ég er að kerra eftir þessu bíl og þetta var svo grillað, mér leiði þess að ég væri í Matrix eða eitthvað. Því að kerran, hún er bara, byrjar allt í hennu bara fer í 90 gráður. Oh my god. Hún snýr gjössanlega bara á hlið. Shit. En bílinn bara heldur áfram. Bara eins og ekkert sé að gerast. Já. Og ég er svo mikið að spá í þessu að í sömu andrá, þá fer ég út í svona slappspor. Já. Og ég gæti ekki gert neitt. Nei. Bílinn var bara leiðin út í ykkur handrið og skemmtilegt. Nema bara Guð og lukkan. Og þar held ég komi samsæriskenningin það. Já. Að Guð til. Já. Guð bjargaði. Út úr þessu, já. Skilur. Það var Guð sem bjargaði mér. Það var Jesú. Það var Jesú sem bjargaði, já, einmitt. Já, það er það ekki the original samsærið? Jú. Þú veist, bara, herru, ég ætla að smita alltaf með trúvon og kærleik. Alltaf original samsæriskenningin er píramidin, sko. Já. Eða ekki? Jú, klálega. Eða The Dinosaur. The Dinosaur. Viltu menna það hefði ekki verið til? Já, menn vilja menna það, sko. Já. Þú veist. Dinosaur. Já, það sé bara eitthvað svona. Já, ég er náttúrulega sko, mín fyrsta svona upplifun á samsæri, það er 9/11s. Já, mitt, falsku fáni eins að job. Já. Það er, ég er samanlega því, sko. Já. Þú veist, það getur ekkit, svona turnar eigi ekki þetta til flugvél, sko. Nei. Þetta er byggt sérstaklega fyrir flugvél. Já. Þú veist. Heldur betur. En já, 9/11s, þú veist, þetta er, ég er eiginlega sammálarið svona fyrsta samsæriskenningin sem að sko, ég heyrði það af. Já. En come on, dude. Hvað? Það er þú veist, sko samsæriskenningar þetta er svo mikið bull, eða þú veist þess að ekki bull, ok, allir margir núna pirrar út við, ég er ekki að segja 9/11, það er margt til í því það er margt sem við sáum í bara heimildamöndum sem að make alveg fullum í sens, en þú veist, mér finnst þetta er bara svo rosalega ljótur atburður, það myndi enginn gera þetta. All for the money. Já, en þú veist, þetta er líka allt svo neikvætt. Já. Það er þú veist, að mínum að því. Sko, ég væri til í að taka núna smá samsæriskenningarspjall við þig. Já. Og hringja í samsæriskenningakóngin. Hver er það? Axel Pétur Axelsson. Ok. Þú hefur kannski ekki heyrt um hann. Það er bestu vinurinn frá Eyrarbakka? Nei. Þetta er samsæriskenningakonungurinn frá Eyrarbakka. Tvöfaldur forsetaframbjóðandi. Hann hefur verið á Harmageddon. Bara gert ýmislegt og hann predikar samsæriskenningum eins og vindurinn. Okay. Og ég held að hann geti svolítið sagt þér hlutina eins og þeir eru raunverulega. Ætt. Til í það. Ég var að klára Happy Hydrate.
varst að tjögga þetta. Já. Hvaða bragð varst þetta klára? Pina colada. Nice. Herðu, við erum einmitt í boði. And I'm a pina colada. Dung, dung. There's a bow in the main. Dung, dung, dung. And happy hydrated in my system. Morning and rain. Dung, dung, dung. Ég búinn að vera á kreatínvagninum eins og brjálæðingur. Það er að mínum að þetta er miklu betra bragðað því heldur en öllu hinnu. Já, ég er búinn að prófa með þetta kreatín núna bara daglega. Já. Hér er mitt við með nýja bragðið, Peach Crust. Peach Frá Crust. Happy Hydrate. Mér finnst þetta mjög gott, ég samanlega. Þetta er ógeðslega gott. Já. Það er eitthvað við pít sem að næri mér, sko. Ég fer ekki ennþá af perubræðinu, sko. Það er mitt uppáhalds. Já, heila virkni, ég horfi rosalega mikið til þess. Þú þarft á henni að halda. Nei, bara big brain. Já, þú þarft nóg á henni að halda. Já. Bara auka heila orku. Engin gerfis að þetta. Náttúrulega litarefni, náttúrulegt bragðefni. Í mitt. Og líka bara töff. Þetta er náttúrulega svolítið töff. Það er líka það sem gleymist líka umræðinni. Stundum þarf ekki alltaf að vera, þú veist, holdt og gott. Nei. Líka bara töff. Ég meina, stundum með töff. Við værum ekki með þetta hérna út allt í stúdíun okkar þetta var ljótt. Nei, þetta var ekki töff, þá varum við ekki með þetta. En við erum einnig búið Colgate. Já, sem er allan að mína tennur, ég veit ekki með þína. Nei, já. Þú veist, ég er að nota Max-svettin ennþá. Ég er ennþá bara á túbunni minni og hérna. Við sko ég er búin að gera. Nei. Við fengum hérna sendingu frá Colgate. Jú. Ég er búin að setja, mér finnst það mjög sniðugt. Þetta er ekki það dýrt og pælir í. Þetta er smá kostnaður í þessu plani mínu. En ég er búin að setja, sem sagt, helling af tannburstum. Með tannbursta í hanskahólinu, með tannbursta í hérna úlpuvasanum mínum, tannbursta í vinnunni. Svona alls konar stöðu. Já, bara svona ef ég skildi gleyma því, þá er ég hér með tannbursta hér. Já, þú ert alltaf með á mér tannbursta. Það er mjög sniðugt. Og síðan túpa í bílnum, túpa heima. Colgate túpa. Yes sir. Colgate. En við erum einnig búið Securitas sem heldur hlutunum sönnum. Þú veist, enn og aftur bara, þetta er náttúrulega mitt fyrirtæki. Já. Ég elska þetta fyrirtæki. Þetta ver okkur öll, þau sem eru með það. Já. Ég er að pæla í Securitasinn hérna í nýju? Í nýja dæmið, sko. Heyrði í mér? Já. Nei, ekki heyri í mér. Nei, ég nota að koma glaður. Já. Það er miklu betra. Það er miklu betra tilbúð. Þú farði í rauninu betra tilbúð frá mér. Ég er bara starfsmaður á plani, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að farði inn á heimaður.is, sett inn heimilisvangið, einu sem þú ert að gera er bara að setja bara þær sérdyr sem þú ert ekki með. Og bara svona fyll út einhvern þetta er bara svona krossapróf. Já. Og svo kemur kerfið bara með fyrir þig bara, hei, við mælum með þessu. Nice. Settu gladur afsláttakóðan í endan. Já. Komið. Gekka, ég ætla að fara í þetta. Get ég fengið svona skynjaradót, þannig að ég fæ meldingu eða eitthvað svo þess ef eitthvað er að banka á mér? Eða eitthvað lappar inn í mynd? Já. Heldur betur. Ég er bara svona áhuga á því. Já. Áhuga á því? Já, bara svona hver var fyrir utan hjá mig. Já, ég skilji. Já, skilju, hver var að koma? Ég veit þetta ekki, af því þú ert í hvað er þetta? Tvíbili, já, tvíbili, sorry. Ég meina, geti ekki verið bara hvað hana, viljið þið niðri líka, kannski? Jú, það er hægt. Þetta er bara sameiginleg ákvörðun. Það er hægt. Ég meina, viljið örugasta, hey, guys, ef við hafa þetta örugasta heimil í heiminum? Það er hægt. Já, ok, nice. Við getum gert sko Fortress. Já. Það er hægt að sko sérpanta dróna. Shit. Frá alarm.com sem að er hérna já, það er bara svona station í garðinniðnum. Já. Og ef það nemur einhver hreyfingu þá bara í alvöru? Já. Hæ? Já, þetta er huge í Bandaríkjunum, sko. Við erum náttúrulega ekki að selja þetta hérna á Íslandi. Nei. En það er hægt að sko gera Einn daginn. Þú veist, þú gætir þess að montað paintballbyssu á þetta. Já. Og bara getur eitthvað stjórnlega hluti, sko. Bara póstun að koma með það. Hvað er í gangi? Já. En við erum ekki að selja svona. Nei, það er bara heimaður.is. Það var gaman. Já, tjekkja á þessu og hérna verjið ykkur. Nei, ég meina eins og ég sagði, þá hérna við höfum tekið samsæriskenninga þátt áður. Já. Og eins og þú veist, ég hefur gert samsæriskenninga þátt áður. Hefur gert það official áður. Nei, ég var ekkert að hluta einhver fyrir allra grín þetta. Já, þú ert samt að meina öll spjöllun okkar vanalega snúast samsæriskenningar ef þú ert lítilliður. Já, það er svolítið þannig. Það er þetta góð punktur. Ef þú ert lítilliður, þá ertu bara eitthvað ég er búin að vera með pælingu. Ég gleymi aldrei þegar við vorum á mathöllinni. Já. Og þú fórst strax, þú var svo
þá var COVID eða eitthvað. Já, það var eitthvað skrítið. Þú varst eitthvað, þetta er eitthvað dúbjus. Þetta er eitthvað dúbjus. En sko, þannig að, sko, ég er náttúrulega meiri samsæriskenningamaður en þú. Já. Nokkuð tímann. Já. Og hérna, þú veist, að því að mannstu þetta eins og með draugana þau voru með Arngunni. Já. Ég vil trúa. Þú vilt trúa. Já, ég vil trúa bara því sem er sagt. Já. Ég er bara stemmingsmaður. Og hérna... Já. Þannig ég fekk til mín fyrsta flokks samsæriskenningamenn. Volur, er þetta segið það? Hann er sko, Eyþór er svo stressaður núna. Já. Hann er svo, þetta er alveg eins og, þetta er alveg eins og ef ég var að hitta átrúnaðgóðið mitt. Þetta er svo þennan. Þetta er alltaf ekki í lagi. Þannig að hérna, við erum að fara að ringi í fyrsta flokks samsæriskenningamann. Samsæringamann. Eiginlega samsæriskenningamann Íslands. Já, ok. Og við ætlum að ræða við hann. Okay. Hann hefur verið í fórstaframbóði. Hann hefur verið í Harmageddon mikið, hérna á sínum tíma. Já. Axel Pétur. Ok, og ég bara hringi hann? Já, ekki bara vera kurteis við hann, mástu? Ég bara, þú veist, lead the way. It's all you, dude. It's all you. Þú mátt alveg koma þína punta. Ó, takk fyrir það. Ekki máli. Takk hérlega. Hérna, bara minna á það að ég bauð þér í það podcast. Það var ekki öfugt, sko. Já, ég er rétt. Góð punktur. Ég ringi. Já, halló. Ertu, sæll, heyrðu vel í okkur? Já, heyr ágætlega. Já, flott. Sæll Axel Pétur, þetta er Eyþór hérna sem ég hafði samband við á hann. Já, einmitt. Sko, þú býrðu til Svíþjóð, eða ekki? Jú. Já. Hvernig er staðan þar? Bara okkur líður mjög vel hérna. Já, eða ekki? Ég er alltaf stór fjölskylda, kona og 5 börn. Já, 5 börn, já. Wow. Og eitt á Íslandi sem að, ég veit ekki fertut hvort að það kallast börn þá, en fyrir mér er það náttúrulega barn. Jú. Ég ætla bara að kynna mig hana, ég heiti Ingólfur, ég hérna, sko, Eyþór vinur minn, hann er mikill aðdáandi. Já, mikill. Ég þekki þig eiginlega ekki neitt, bara ef ég var alveg hreinskilinn. Eyþór kom til mín áðan og sagði við mig, herðu, Axel Pétur, átrúnaðargóðið mitt, er tilbúin að tala við okkur og ég bara hver og þannig að bara no offense en ég googlaði aðeins og ég er búin að sjá ég notaði það Google Forseta frambjóðandi, Harmageddon þetta er kóngurinn. Já, þú er greinilega mikið í þessu. Jú, það er nú svolítið síðan reyndar, maður er rólegri núna. Ertu alveg hættur þú ert ekkert hættur í samsæriskenningum með það? Nei. Þetta er bara allt saman orðið samsæri staðreyndir, þannig að það er já. Það er bara erfitt að fiska meira, sko. Sko, það sem mér langaði að gera með þér, Axel, hérna, það er að ræða við því svolítið bara svona þekktar samsæriskenningar. Já. Og sem sagt, ég er samsæriskenningamaður mikill. Hvort sem það kemur að píramítunum eða tunglförinni eða chemtrails, þú veist, reptiles, þú veist alveg hvað ég er að fara? Jú. Kannast þetta allt. Þú kannast þetta allt. Já. Inside Job, til dæmis 9/11 og þetta. Mér langar svolítið að fara bara yfir með þér svona helstu samsæriskenningar. Ekkert eitthvað ákveðið, sko, og kannski nýlegt, ég meina eins og Íransstríði. Er eitthvað hóks í gangi hérna? Já, kannski ekki hóks. En ef við bara geiminn fyrir fyrst, menn spurja mig stundum, trúur á geimverur, Axel? Já, byrjum það. Ég svara því þannig, betur ég trú ekki á geiminn, sko. Nei, ok. Ert þú sammála mér að það er vatn þarna uppi eða? Ég veit það ekki. Nei, við vitum ekkert hvað er þarna. Ég bara veit að þeir sem er að segja okkur söguna á geimnum eru alveg svakalegi lygarar. Þeir dýrka föður lygarinnar, þannig ég trúi þeim ekki, sko. Það er NASA. En ég er að leita ykkur öðru sem getur útskýrt hlutina fyrir mér, sko. Einmitt. Og það er NASA, eða ekki? Já, NASA er náttúrulega trúboðin í þessu, sko. Þeir verðast nú vera, ég veit ekki hvort að SpaceX er svona að taka yfir, eða NASA var náttúrulega, það var alveg búið og opinbera öll þeirra leyndamál, allan óhreina þóttinn, sko. Einmitt. Það er eins og tunglendingin, við byrjum bara þar og það er náttúrulega NASA í fararbroddi. Já. 1969. Já. Við hljótum að vera sammála því, Axel, að það gerðist aldrei. Já, sama er, sko, í sambandi við jörðina, sko. Ég trúi því ekki að jörðin sé hnöttur. Nei, hún er flöt.
Er hún flöt? Það sagði ég ekki, sko. Nei, nú. Ég sagði það nefnilega, ég sagði það nefnilega ekki, sko. Rólegur Ingo, hann sagði það ekki. Þetta er hvað þú ert prógrammer það sér út prógrammer. Það bara ef ykkur segir, ég trú ekki að hún segja nöttur. Já, ertu flarðingur? Nei, ég sagði bara, ég trúi því ekki að hún segja nöttur. Já, fyrir Og það er bara, ég er nú svolítið gaman að starffræði, sko. Já. Bara starffræðinni gengur ekki upp, sko. Nei, ok. En erum við þá að tala Ísmúrin og þetta allt í Suðurskjóldslandinu? Ég veit það ekki. Slaka þú á, Ingólfur? Nei, slaka þú á. Þú eru fagminn að ræða það. Þú ert að fara úr einu í annað, sko. Hann var að tala að starffræðin gengur ekki upp. Hvað meinar með því, Axel? Já, bara kúrfan, sko. Það er til starffræðiformúlum að hvað jörðin á að fara niður mikið þegar þú horfir. Já. Til að segja 8 tommur á kílómetra, ég er ekki alveg viss. Já, ég skil, ertu að meina sem sagt, þetta er hafkenningin, ég hef heyrt þessa kenningu, ertu ekki að meina þegar þú horfir beint, ertu ekki að tala um það? Út á hafið? Já, eða sem sagt, ég veit ekki. Hnöttungar, þeir hafa lagt fram starffræðiformúlu sem segir sko að þú horfir 5 kílómetra, eða segjum 1 kílómetr, þá á kúrfan að vera svona langt niður, sko. Ég skilji. Og þá ættir til dæmis, ef þetta var rétt, þá ættir ekki að sjá Snæfellsjökul úr Reykjavík, sko. Ok. En við sjáum hann mjög greinilega úr Reykjavík. Já. Ekki mjög greinilega. Jú, í góðum skilurum þá sjáum við Snæfellsjökulinn bara mjög vel. Og svo sérðu mismunandi vel, sko. Það fyrir þetta svolítið skilurum. Stundum sér hann bara eins og ég alveg bara komin upp á land og stundum verður hann alveg lengst í burtu, sko. Já, ég fatt það. En það er einmitt, þú veist, mér langaði svolítið að ræða við Axel eins og bara til dæmis tunglendinguna 1969. Já. Nú veit ég bara vel af þér í þessu og fyrir hlustendur okkar sem að kannski þekki ekki nafn þitt sem ég held að séu fáir en þá varst þú mikið í Harmageddon á sínum tíma og síðar meir fórst í forsetaframboð, ekki? Jú, tvisvar. Já, tvisvar. En svo er 2028 næst. 2000, já. Við hvað vinnur? Hvað gerur það núti? Ertu að vinna eða ertu bara samsærismadur? Samsæringur? Nei, það er lélegt kaup í því, sko. Nei, ég er svona tölvuforritunar, hönnuður og markaðsráðgjafi. En í sambandi við eitt punkt sem vorum að tala um á, þetta með kurvuna og þetta, sko, við erum í raun alveg stórblind, sko. Og þetta með hlutir, skip, hverfi og allt þetta er meira hverfipunkturinn, sko. Já, sem við sjáum bara ekki. Já, sko, fyrsta sem við þurfum að átta okkur á að við erum hálfblind, sko. Já, ég skilji. Og þú sér að skip fer lengst í burtu og það er algjörlega horfið, sko. Er það ekki lengur? Og svo tekur við bara myndavél og bara zoomar skipið aftur inn. Já, ég skilji. Þá er það þar. Já, ég fatt. En betur, ef að kurvan er, þá dugar engin myndavél til að draga skipið upp úr kurfunni, sko. Nei. Það er engin kannonvél sem getur gert það. Ekki nema þessu svona bógin. Ekki sem ég veit sko. En það er eins og góður punktur eins og þegar þeir að senda þessar flaugar upp í game og svona, þá var oft talað um fish eye, svona linsur. Já, þeir eru snillingar, sko. Já, þeir eru snillingar. Ég geði það, þessir legarar eru alveg svakalega góður í að ljúga og blekkja og þetta er svona hálfgerðir töframenn bara, sko. Ég meina, ef þú sendir geimfari upp í game og þú ert með fish eye linsu eins og þú þekkir, þú ert alltaf mikill tæknimaður, þá gefur myndavélin mjög skrýtna mynd. Já. Hún gefur kúlulega mynd. Einmitt. Já. Erum við þá að tala um svona eins og þessar nýju myndavélar, svona Insta360 vélar sem að ef þú til dæmis heldur á henn og lætur hann að taka 360 myndaðir þá er eins og þú standir á jörðinni. Akkurat. Er það að gerast þegar gameskipið fer upp í lofti? Er það satt? Já, það er ljóst sko að ég hef nú aðeins verið að horfa á vídeo úr myndavélum sem eru sendar upp af svona amatörum, sko. Já. Og
þeir senda upp og sko, og ef það einhver ókyrr í loftinu eða það snýst einhvern veginn og það svona hreyfast, þá sérðu þegar myndavélin fer upp, þá bogalínan upp og ef hann fer niður þá fer bogalínan eins og sko. Þannig að ég eiginlega treyst ekki neinu myndavélum. Nei. Já, einmitt. Það er alltaf, þú veist, geimurinn eins og hann sagður okkur. Já. Hann náttúrulega bara, þú veist, ég meina eins og hann að tala NASA, bara lygastofnun Bandaríkjanna. Einmitt. Já, akkurat. Þetta þeir geta sagt að þeir vilja, því að þeir eru þeir einu sem að hafa þessa svo gullu tækni, þú veist, innan gæsalappa til að fara þangað, sko. Já, ég skilji. Alla þessa leið. Já. En við erum alveg sammála það. En bara ef þú hugsar gas, bara, sko, það er sagt að geimurinn sé fullkomið tómarúm. En svo andrúmsloftið okkar. Hvað heldur því á jörðinni? Gravity. Já, þyngdaraflið. Já, ég svolítið að hoppa á milli tveggja kenninga sem gravity og density. Já, ok. En hvað, segjum við svo, það eru geimfarar sem fóru hana upp. Já, þú veist, geimfarar, am I right? Axel Pétur? Ok. Innan gæsalappa, menn í búning. Svo er sagt. Eins og þið segja. Myndu við, Axel, ekki segja leikarar? Ég trúi ekki að menn hafi farið út í geimin eins og þeir segja. Nei, ég sammála. En hins vegar ljóst sko að NASA stærsti kaupandi á helium í heiminum. Já. Og helium gerir hvað? Og hérna í Svíþjóð til dæmis svona geimstöð eða svona einhver starfsemi aðeins norðan við mig í Svíþjóð. Og þeir vinna allan daginn við það að senda upp heliumbelgi með svona rafeintabúnaði hengdan í. Sem kallað þetta gervinetti, sko. Já, þú meinar. Ok, ég skil þig. Ok. Sko, ég skil ekki hvernig, sko, geimfar fer eins og því lýst. Þetta mörg hundruð tonna stálrör sem skotið upp, sko. Ég skil bara ekki hvernig það hægt. Nei. En ég skil eins og þar ef þú ert með svona léttan belg sem fyllt af helium, þá getur með sko bara tiltölulega litlu eldsneyti komið því hvert sem sko. Já, einmitt. En að þeir sé að skjóta upp stálf, ég veit það ekki. Mér finnst það svolítið skrítið, sko. Já, ég sammála því. Og svo eru þeir með sko jeppa, svo eru með bílaflota með þessum, sko, jeppa og róbota. Þeir eru náttúrulega með jeppa á Mars. Og þeir eru með, svo eru þeir sko 2-3, sko, það eru 300 kíló, það er bara og svo er matur og allt bara í þessu stálröri og svo er þessu bara skotuð upp svona bú. Já, nákvæmlega. Make it make sense, am I right? Sko, Já, ég með að trúa það, sko. Kannski ég bara svona vinklaðist, það er alveg möguleiki, ég bara skilur ekki. Nei, ég held ekki. Þú ert opið fyrir öllu, heyris mér, sko, ein pæling, hverju treystir þú? Mér. Hvað er það hjá þér? Sagði það? Mér. Já, þú treystir sjálfur þér. Það er náttúrulega fyrst og fremst mikilvægt. Skinnfærum mínum, ég treysti þeim. Treystir þú okkur? Já. Fyrir hverju? Ég veit það ekki. Gætu við verið hluti af Snato og Co. til dæmis? Hvað er það? Snato? NATO? Já. Sionista NATO. Já, ok. Já, ég meina... Stendur fyrir sionista. Ok. En já, treystir okkur. Fyrir bara, hvernig, hvað veist þú um það, Axel? Hvað veist þú um það að við séum ekki útsendarar? Þú skilur að meina? Það er alltaf leið. Ég hef oft, sem því ég var mest í þessu samsæringa með YouTube-brásina og Harmageddon og allt þetta. Og munið þegar kommentakerfin voru meira svona, ég var mikið í þeim. Já. Þá hitti ég nokkuð oft, sko, agenta í kommentaspjallunum, sko. Frá þá Snato, eða frá hverjum? Já, þeir voru svona víða, sko, það er sem sagt, það er frá Mossad og MI6 og CIA. Þú vilt ekki Messi Mossad? Voru þeir að slæta into your DMs? Já, það eru svo margir, sko, það eru svo margir sem vinna, eins og
það kom í fréttunum fyrir nokkuð mörgum árum reyndar að MI6 var að ráða sko 200.000 hermenn eða starfsmenn í bulldeildina á samfélagsmiðlum sko. Jaha. Þannig að þér áttugaði það eru 100.000 manna sem vinna við þetta. Já, bara samfélagsmiðlum. Já, það er eitthvað sæjóp á samfélagsmiðlum. Já. Sem sagt, eru þá talað fake news, svona propagandavélar einhverjar? Það er Operation Mockingbird. CIA bara sagði, já, nú ætlum við bara að stýra allir fréttum. Þetta gengur ekki að menna svona sjálfstæðan skoðanir og rannsaka hlutina sjálfur. Ég man sérstaklega eftir þegar ég talaði við leyniþjónustumann, sko. Okay. Og hann var frá MI6. Það var hann að munið Asíuflugslýsið. Já. MH700. Flugvél fór svona... Nei, það var Malasíu. Það var Air Asia, það var flugvél sem kom svona lágt yfir byggingarnar, fór svo svona alveg á hliðina og fór svona yfir veg. Já, ég sé það, já. Já, og ég þá var ég nú svona meira aktífur og ég tók öll vídeó sem ég gat fundið og myndir og ég reiknaði út allt hvernig hallin á flugvélinni, hvar hún var síðan það sem var fólk sko að vera að bjarga fólki og svona og ég reiknaði allt saman út og ég komst að því að hún hefði sko þurft að koma þarna niður með þessum halla, lendurðinni og svo hoppa bara 400-500 metra sko. Þannig að þetta meika ekki. Það sem var verið að berga fólki, það meika ekkert senn, sko. Og þá kom einn kall, sko. Og hann var, ég spyrði alltaf, sko, já, hvernig er nú kaffi á MI6 núna í dag? Ég hefði svona kóta, sko. Svona kóta. Og hann var svona, byrju, hvernig færði þessi starffræði og við vorum svona dýbetað, sko. Og svo sá hann að sjálfur að starffræðin gekk ekki upp, sko. Já, hann viðurkenndi það? Já, svona. Svona sko, ég hef ákveðin að ég tala, sko, þetta er alltaf bara fólk eins og ég og þú og allir aðrir, sko. Jú. Þannig að við höfum svona smá kóta. Þeir þurfa ekki að segja, já, ég er MI6, alveg rétt hjá þér. Nei. En svona, já, þeir svona viðurkenna það með ákveðnum kóta orðum, sko. Og kannski er það bara mín túlkun og þetta er kannski allt bara vilsa. Gat hann þá bara verið að segja, þú veist, ég vil bara smjörfa með gott á osti, skilur, og það gat þýtt bara að hann væri MI6? Já, þetta er nú kannski líka, ég trúi því, sko, að sérstaklega þessi út af Air Asia slysinu, sko. Ég trú að, hvernig það var í samskiptunum, sko. Já. Hann var að spyrja alls konar tæknilega dítela, sko, og svo var ég að benda á, sko, glitsur í vídeóinu, sko. Já. Og þetta var svona eins og var að tala við eitthvað í product design, sko. Hann var að spurja þannig spurningar, sko. Já, meinar. Hvað finnst okkur eins og MH730 sem var hann að Malaysia Airlines? 370. Já, 370 fyrirgeði. Ég sagði 730. Já, hafði þetta á hreinu. Já, fyrirgeði. Sko, nú hvarf hún sporlaust. Er það ekki eitthvað skrítið? Já, ég heldur endar að sú vél hafi hugsanlega verið bara flugmaðurinn tók hana beint í hafið. Já, þú meinar, þú bara... Ok, wow. Þú vilt meina, Hann er ekki með samsæriskenningar við öllu? Af öllum samsæriskenningunum, þá er þetta eitthvað sem þú trúir? Ég hef séð heimildir sem ég finnst vera trúverðugar og líka kannski að því ég finn ekki sko tenginguna við neitt hver græðir á því sko. Nei, það meikar sens. Það meikar mjög mikið sens. Þetta er svolítið áver pæling. Þú sem samsæriskenningamæður, samsæringur. Hvað viltu til? Samsæringur. Já, samsæringurinn. Samsæringurinn, Axel Pétur, er eitthvað hana úti sem að margir telja vera samsæri sem að eiginlega bara eins og bara Malaysian Airlines sem að hefur oft verið svona blandað við, hvað segir maður, bent á sem samsæriskenning eða svona eitthvað svona spooky. Er eitthvað annað sem þú veist af sem er svona... 911 er risasamsæri, sko.
Nei. Og grunnurinn undir því eru tryggingasvik, sko. Já, ok. Það ekki eitt stæðsti bara falski fáni sem að við höfum svona orðið vitni af í svona seinni tíma? Jú, það var hann þess að Silverstein. Var ekki COVID stærra? Leifum að klára. COVID alltaf. Nei, ég held að, erfitt að mæla? Hvernig ætlar að mæla það? Nei, það ekki hægt. Það ekki hægt. Þetta flókið. En ég var nú 2013, þá las ég upp hernaðaráætlun COVID. Já. Opinberlega á YouTube. Það ekki gaman. Sko, 9/11, það var sem sagt, Silverstein keypti þessar byggingar sem voru fullar af asbest. Já. Þannig að það var ómögulegt að hreinsa byggingarnar af asbest. Það var ekki fræðilegu möguleiki. Bara ónýta byggingar. Já, og ekki bara ónýtar heldur með sko skaðabótakröfum á sér. Þeir urðu að reynsa þetta, sko. Já, ok. Og svo svo var military komplexin vildi koma á stríði, sko. En ok, sorry. Var lausnin þá sú, bara food for thought hérna, var lausnin sú þá að dundra flugvél inn í fullt hús af asbest og dreifa þau New York? Þú veist, er það ekki verra? Þú veist, Já, þú trúir ég að það hafi verið flugvélar, eða? Hvað var það þá? Ég sé nefnilega vídeo og þetta fyrir AI, þetta fyrir AI sem ég sá vídeo en ef þú stúdrar vídeo það allt leirað og svo illa gert, sko. Ok, það skiptir svo mikið máli en þeir allan fóru niður byggingarnar. Já. Var þá lausnin að dreifa asbest af því að það gerðist í alvörunni? Það alveg rétt sem hann að segja með asbest og það eru margir svona björguna aðgera fólk sem er búið að deyja út af bara eitrun við það að bjarga fólki úr hústónum. Þannig að og margir sem voru að vinna í kringum þetta svæði eru með bara fengu krabbamein og ennþá að díla við það í dag. Var það sniðu lausn hjá Silverstein fjölskyldunni? Silverstein? Hann sagði eitthvað Silverstein á hann. Já, Silverstein, heitir hann. Hann fékk 4 billjónir í tryggingabætur og bara enga ábyrgð á neinu. Það var nokkuð góð díl fyrir hann. En hann heitir, skal ég segja, prófessor í Danmörku, Niels Herrit heitir hann eitthvað leys. Hann rannsakaði mjög nákvæmlega. Og sko þetta var sem sagt burðarbitarnir í byggingunni voru málaðir með thermites. Og þegar þú búin að bera þetta á járnbitana og startar ferlinum, þá breytast stálbitunar í fljótandi form. Þetta var vel prufað efni, þetta thermit sem var málað á bitana, ekki satt? Sko, verkfræðilega var þetta snilldarverk, sko. Þetta var hannað sérstaklega til þess að ef að flugvél, það ekki satt? Jú, það er synd, það er ekki hægt að taka niður svona byggingu með eldi, eða svona litlum eldi og einhverjum smá flugvélum. Af hverju völdu þeir þá flugvél sem var svona obvious, bara obvious dæmi? Af hverju er það að bjóða upp á svona margar spurningar? Skilur hvert ég er að fara? Þú veist, af hverju er þeir ekki betri? Ef þú trúir á flugvélar, segðu mér hvernig bygging 7 fór niður. Akkurat. Ég ætla bara að segja þér eitt, Axel. Flugvélar eru til, Axel. Nei, ég veit ekki þannig, en í þessu samhengi, sko. Nei, móðir mín er flugfreyja og hún hefur unnið allt sitt líf sem flugfreyja á Icelandair. Nei, þeir eru að miskila mig. Í samhengi við þessa turna, það voru 3 turnar sem fóru niður, en það voru bara flugvélar sem keyrðu á turna. 2 turna. Þá er ég að spyrja, sko, ef þú trúir á flugvélakenninguna, hvernig fór það bygging 7 niður? Nei, ég held, sko, ég var að miskila því smástund, en síðan erst þú núna að miskila mig, því það sem ég er að tala um er að af hverju ákváðu þeir að henda flugvél í turnin, af hverju gerur ekki CGI bara, þú veist, tundurskeiti eða bara sprengjur? Af hverju gerur ekki bara, herru, þetta voru bara geðað góðir hryðverkamenn? Fattaru mig? Já, en það var ein bygging í viðbót sem var sprengt, veistu hvað bygging það var?
Pentagon. Nei, hvað er þetta þannig? Já, Pentagon. Já, Pentagon, já. Ég og Axel, við erum við þetta alveg... En akkur ekki til eitt vídeo af flugvélinu sem að kerði þar í klassu? Einmitt. Að þetta, okay. Nei, ég meina Pentagon hlýtur að vera örugglega best varða bygging í heimi. Já. Sko, þeir byrtu eitt vídeo og það var bara klippt svona 3 rammar úr öllu vídeónu, sko. Já. Þú veist, þegar bandaríska sendiræði til dæmis kemur til Íslands þá þykja þeir engin öryggiskerfi frá Íslandi, sko. Það er bara allt frá sjálfum sér, sko. Ég var nákvæmt mann eins og því ég var í forsetaframboðinu og lofaði því að fyrsta sem ég myndi gera að reka ríkisstjórnina. Já, og hver kemur í staðinn? Og ef að ég verið borgarstjóri í Reykjavík, fyrsta sem ég myndi gera er að reisa vegg í kringum bandaríska sendiráðið. Já. Svona 12 metra háan vegg úr stáli sem enginn kemst yfir. Ekki flugvélar eins og niður. Veistu hvað, lokað? Nei. Er það til þess að halda þeim inni eða ég skil ekki hana? Af hverju? Það er spurning, sko. Það er spurning. Þú verður bara að meta það sjálfur. Sko, ég gerði það á landi Reykjavík, en ég er ekkert að óna að lóðinu þeirra. Nei, nákvæmlega. En það er alveg í kringu það, sko, og ekki hlið en eitt vesinn, sko. Það myndi ég nú ekki styggja þá. Ég meina, mér er ekki saman það. CSI-sveitin, í Bandaríkjunum. Við viljum ekki styggja þá. Já. Þannig ég ætla að láta Bandaríkjunum stýra mér með hræðslu. Ok, hérna... En það er líka, sko, að því að við erum að tala, þú veist, mitt, sko, þegar við vorum í flugvélunum á hann, þá var ég að bíðast að reyna að koma að stað með eitt mjög mikilvægt tengt flugvélum. Og það eru þessi blessuðu efnaslóðir eða chemtrails. Hvað er í gangi þarna? Ég var í Noregi eins og í Oslo. Sat með vinnum mínum og bara samlokk í hádeginu. Sátum hann úti og þá kemur flugvél og það er hvítur slóða eftir henni. Og svo breytist það í svartan slóða. Já, einmitt. Já. Og svo breytist það aftur í hvítan slóða. Já. Og sko, ef þið hefði sagt mér þetta, ég hefði ekki trúið eitthvað, sko. Nei. Ég bara, okay, come on. Já. Ég er svolítið þar núna. Já, en það er sértrúa söfnuður sem er nú farið að kalla núna Epstein söfnuðin, sko. Það er nýjasta nafnið á þeim, sko. Já. Að þeir trúa því að jörðin sé bara að fara að verða steikapanna, sko. Og það sé mjög nauðsynlegt að... Já, við erum sérst að tala gróður og svo... Dekja heimilhvolfi til þess að minnka sólina, sko. Já, það er það sem þeir eru að gera með þessu chemtrails-dæmi. Vilt þú meina? Já. En þetta með chemtrails og hvítu línunar, þeir að tala um það, ekki? Hvítu línunar og síðan stundum eru svartar, eða stundum hjá þér, Axel Pétur, sem ég trúi ekki, sorry. Sé það einu sinni, ég bara sé það einu sinni. Einu sinni, ok. Rare occasion, það var einu sinni var svart og síðan hvít. Ertu það að segja, sko, eins og ég segði á hann, mamma mín, flugfreyja. Fyrsta freyja Islander. Ertu að segja mig það að móður mín sem er sko meðvirk eins og ég trúir öllu eða þú veist, fyrstu að hún sé búin að vera eitra fyrir mér. Nei. Þetta er allt henni að kenna. Já, þetta er bara allt henni að kenna. Bara, hvað heitir hún þetta? Segð mér hvað hún heitir. Þannig að við getum handi. Nei, þú veist, en skilur hvernig var það? Það eru flugmenn, það eru flugmenn, þú veist, það eru margar flugvélar að fljúga á dag og þú veist, þú leið mér að klára. Já, ég veit það, þú er bara að miskilja þetta. Ég er ekki að miskilja neitt, þannig að væntanlega þeir að íta okkur taka, hver er þá íta takan til þess að... Ekki endilega. Eru þeir bara eitthvað, hvað er þetta sem er að spreyjast þetta út úr flugvélunum minni? Þú veist... Sko, það er eitt sem að þarf alltaf að hugsa líka, það þarf að vera plausible, eða sérst mögulegt, tæknilega. Ein leiðin getur verið að þú bara ert með hæðamælir sem að þegar þú ert komin í ákveðna hæð og þú getur líka með GPS, þú ert í ákveðna hæð og ákveðnum svæðum, sko, að þá situr íblöndunarefni í eldsneyti, sko. Já, ok. Og það er með það að segja sem þetta við chemtrailin, sko, þar sé ég nokkrar keilur, sko. Það er sem sagt keilan fyrir þessa vitleysingar sem trúið að þurfa að skyggja heimurinn, sko, út af sólinni og global warming. Já. Og svo eru það þeir sem vilja fækka mannkyni, sko.
Já, minnar. Það önnur keila, sko. Já. Og svo það þriðja keilan sem sagt eitur brasara iðnaðurinn sem kallar heilbrigðiskerfið. Já, ég mynd. Þeir hafa líka hagsmunir, það er nú komin bara með 3 keilur, sko. Já, en við verðum svolítið jákvæði núna. En kannski, að því að þú veist... Ég er bara að vera jákvæður, sko. Ekkert annað. Að því að tala plausible kenningar. Já. Hear me out. En ef að þeir eru að setja bara svona fræ, svona fræ, sólblómafræ, eins og það er allt út í lúpínum á Íslandi. Það er bara gróðsetja. Já. Það er allt út í lúpínum. Og það gerist, ég veit, það er enginn að gróðsetja lúpínunar, það er bara að koma. Plausible reason, flugvélar, chemtrails, eru við eitthvað þar? Já, tökum það bara. Hvar eru fræin geymd þá í flugvélinni? Strax búið að slekka í eldsneitinu kannski það lifa engin fræ það sko. Jú, ég er samt með eitt plausible hear me out þeir setja fræin inn í hreyflana og release öll 3 eða? Já, öll 3 fræin fara inn í hreyflana Hreyflæði myndi bara stinga. Það getur vel verið. Ég er samt svolítið gaman að þessu plausible dæmi hjá þar, að ég er með 2 kenningar sjálfur sem má ég nefna þér. Já. Hérna, já, gjör svo vel. Þetta er bara plausible hérna pæling. Hérna, ok, ég er búin að vera að sitja á einu í svolítið langan tíma, alveg heil 15 ár. Í hverju segirðu? Ég er búin að sitja á einu pælingu. Já. Það er með hennar blessaða íþróttaálfu okkar. Íþróttaálfin? Já. Magnús Gevi. Sem að Magnús Gevi kemur upp á þurru og býr til barnaefni fyrir börn og er að reyna að laga heilsu Íslendinga með barnaefni og hann náttúrulega, þannig erum við komið eina keilu, hann þénar mjög mikið að því, er það ekki rétt hjá mér? Hann hefur gert ágætt á þessu held ég. Já. Hann var nú smiður, nákvæmlega. Ég er nú svona séðan svona út undan mér nokkur sem í Sundi til þess mikið, ég var í Laugardalnum, hann sá ég nokkur sinnum. Hvað er smiður að gera sem íþróttálfur? Þannig spes. Og síðan hættir hann fer til Bandaríkjanna. Hann hættir sem íþróttálfur, hann gerist bara Magnús Gevi. Síðan ræður hann mann sem heitir Dýri. Sem er fyrsta lagi furðulegt nafn fyrir mannesku. Og síðan hættir Dýri og þau ráðin strák sem heitir Mikael Kober. Allir einstaklingarnir eru með skrítin nöfn og ég hef aldrei séð á saman. Þannig að spurningi minn er íþróttaálfurinn til í raun og veru eða er þetta bara eitthvað kjaftaði? Ég menur karakterinn íþróttaálfurinn. Hann er náttúrulega leikinn, sko. Nei, ég er að meina íþróttaálfinn. Bara íþróttaálfurinn. Ég hef snert Mikael Kober og hann er með óraunverulega vöða. Þannig að það sem ég er að segja er að er íþróttaálfurinn konsept frá... Já, hann er konsept. Hann er skapað konsept. Já, skapað konsept. Já, hvaða tengsli voru við Djúparíkið? Ég meina, sko, hvert fór Skefi? Hann fór beint til BNA með hugmyndina sína til þess að heila þó krakkana í þetta var nú ótrúlega basl hjá honum, sko. Íslandsbanki tók hann upp á arma sína, fjármagnaði byrjunina hjá honum, sko. Nákvæmlega. Hvernig getur ekki verið sammála með þarna samt? Þú veist, við vorum að ræða chemtrails fyrir korteri, en þú ert ekki sammála með þarna. Ég er bara að leita, ég sé bara eina keili í þessari kenningu, ég sé engar aðrar. Hver Q bono, hver græðir? Ég meina, ok, á sumrin þá fer íþróttaálfurinn allt Ísland að dreifa áróðri. Sem er reynda mjög jákvæður. Áróður hvað? Bara jákvæður áróður. Þetta er bara gott, þetta er bara jákvætt, skilur við. Borða ávexti. Borða ávexti og bara hreyfa sig og hafa gaman og gleði fyrir börnin. En það sem ég er að segja er bara, þú veist, er þetta ekki bara samsæring? Eða þú veist, er íþróttaálfurinn yfir höfuð til? Þú veist, er þetta ekki bara einhverjir leikarar? Hann er það meina eins og Tannúlfurinn eða Jólasveinninn? Já. Svoleiðis til. Já.
Þetta kannski... Já, ég hef ekki stúderað mikið þarna, sko. Ég reyndar, Patient zero. sem barn trúði á álfa til dæmis. Já. Gerðu það ennþá? Já, mér langar það svolítið. Já. Þú ert svona svo ég, mér langar ofta að trúa ýmislegt, sko. Já, og ég til dæmis ég er kristinn, ég trú á Jesú Krist og ég trú að ég sé endurfæddur fyrir hans blóð. Já, það er svoleiðis. Þannig ég er alla leið þar, sko. Já. Vá, áhugavert. Og ég hef farið, sko, alla leið, sko, eins og með Jesú, sko. Hvort hann sé hafi verið til í álfurinni, af því að fyrir mér fyrir mér hann sem sagt, ég trú á hann, skilur. Já. Orka. Sama og kannski einhverju trú á íþróttaálfin og þess að náttúrulega að borða meira gulrætur og hreyfa sem er bara gott, sko. Og ég trúi á Jesú, sko, sem hefur gert alveg gríðarlega gott fyrir mig svona andlega og fleira slíkt. Og fyrir mér það hvort hann hafi verið raunverulegur, hvort hann sé svona, hinsinn bara aukaatriði, sko. En pældu sem því hvað er leiðilegt fyrir þig að heyra allt í einu kemur bara einhver sönnun það að Jesú voru í raun og veru 3 gaurar sem hétu Dýri, Mikael Koper og Magnús Gevi, skilur mig. Veistu hvað ég meina? Þetta smá svona, þú veist, mér finnst við þurfa smá annarkort eða, sko. Við þurfum að vera svolítið svona skýrir með það, skilur við. En þarna er ég með smá vísindi, sko. Já, ok. Þú kannast við fyrir bara placebo. Jú, 100%. Það er sem sagt vísindalega sannað ef þú trúir því að þú ert að taka við einhverjum krankleika, þótt að sé bara sigurpilla, að það í raun læknaði, það er vísindalega sannað að lækna þig, sko. Já. Þannig að ég myndi segja vísindalega, ef ég trúi á Jesú, þá getur það læknað mig, sko. Já. Það er alveg frábært punktur. Það er mjög góð punktur. Hefur heyrt nocebo? Það er mjög góð við það. Ég er búið helmingin á sögunni. Fyrir. En hafið heyrt það sem heitir nocebo? Já, heldur betur. Let's go. Já. Hafið heyrt nocebo? Já. Það er reverse. Einmitt. Það er ef einhver segir, tekur svona test til dæmis og segir, já, hörðu, samkvæmt þessu testi, þá ertu með AIDS. Og þá þegar einhver trúar eru búin að segja fólki þetta, þá bara hrynur heilsan þeirra, sko. Já. Þetta er magna dæmi, sko. Þetta er svarta sæjópi, sko. Það sem að fólki talin trú það sé með einhverja krankleika sem að gjörsamlega gengur frá því, sko. Já. En sko, mér langaði að enda á einu, Axel. Já. Þetta nú búið að vera gott spjall við þig og við erum búin að læra og hlusta á ýmislegt. Mér langaði svo mikið að tala við þig eins og bóluefnin, tengt COVID. Já, einmitt. Og ég er 3 bólusettur. Já, ég líka nefnilega, sko. Við erum báðir bara vel bólusettir, sko. Hverju eigum við von á, Axel? Við erum 3 bólusettir. Ég er með Pfizer 3, sko. Já. Ég veit að Pfizer er ekkert frábært fyrir þetta. Þetta er bara búið að þér, sko. Eða það ekki? Nei. Já, núna, ég heldur reyndar að þetta sé líka huglægt þess að þú getur eiginlega valið. Sko, ætlar að láta þetta vera nocebo eða placebo. Ég skil þig. Ok, þú meinar. Þannig að basically, allt sem þú ert að fara að segja núna við okkur, það getur haft áhrif á okkur í framtíðin. Ef þú segir við okkur núna að þetta er bara bull, þú veist, nei. Ef þú segir við okkur að þetta eitraði fyrir okkur, þá gætu við orðið fyrir eitráhrifum. Skilur mig? Já, sko, það eru margir sem hafa verið bólusettir, sko. Já. Og þetta er eitur sem var sprautað í fólk, sko, fullt af grafíti og alls konar rugli og drasli, sko. Við erum náttúrulega bara við 2 hér erum með 6 sprautur, sko. Ég var að biðja að vera ekki á neikvæðu, en ok, alltaf, hvað segir eitur, grafít? Hins vegar, þess vegna hef ég til dæmis, ég man þegar að þetta COVID var mest í umræðinu og ég var mest þáttakandi í umræðinu, þá hugsaði þetta svolítið mikið, sko, að ég vildi ekki, eins og ég gerði á hann, sko, tókust fyrir því að það voru bara dauðir, sko, bara, hvenær er jarðarförin, Ég vildi ekki fara þessa leið í umræðinu, sko. Nei. Þá kemur þetta nocebo. Já, að, sko, þótt að það teki bóluefnin
og þið taki bara jákvæðan tón í þetta sko og sætti ykkur við það að það muni fylgja því alls konar svona aukaverkanir sko, hugsanlega, sumir finna ekki neitt sko, að sko, og ef að eitthvað kemur eitthvað svona, það kemur eitthvað sko, þegar það truflar líkamann á margan hátt, þannig að menn verður ekki bara alveg hissa, já, heyrðu, nú bara ég með eitthvað þungan hjartslátt eitthvað svona, já, og þú tókst það heitur sko. En verður bara jákvæður og hérna, bara betur líkaminn minn getur þetta sko. Líkaminn hefur barist oft við alls konar eitur og vesinn áður sko. Og núna bara gerum við þetta saman, skilur. Það bara, nú ætlum ég bara, ég trúi til þess að heitu pottunar á Íslandi getur læknað hvað sem sko. Þannig að ef ég var ef ég fengi svona doktorsgráði í læknisfræði, þá myndi ég segja bara, heyrðu, farðu bara í pottana 3 klukkutíma á dag. 3 klukkutíma? 3 klukkutímar? Vá, ok. Ég nefnilega man svo vel eftir sko þegar þetta var að byrja á sínu tíma. Þessar umræður sprauturnar sko og 5G var á leiðinni, mástu? Já. Sko, hver því, ert þú ekki með neina sérstakar samsæriskenningar varðandi þetta allt? Þú veist, sprauturnar og 5G-ið og þetta dót? Það fræðilegu möguleiki. Það vísindalegu grunnur fyrir því að það hafi verið grafít í sprautunum sem líka getur verið í matarkerfinu sko. Hvað grafít? Það efni, málmefni sko. Já, okay. Og ef að þú borðar mikið af grafít, fer mikið af grafít í líkamann, þá kenningin sú sem að stæðast alveg vísindið að mínu viti að þessi möstur, þessi bylgjumöstur, þú getur pinnað út einstakling. Já, svona seglumst við það einhvern veginn. Nei, og að þá með bylgjónum að þá getur þú unnið með grafítið í fólki, sko. Þannig að þú getur vita hvað við erum og stjórnað bara einstaklingnum, þannig séð með... Nei, þeir geta bara hreinlega drepið, sko. Já, þú meinar. Bara núna? Bara ítt á delete-takkan og... Shit. Þetta allt saman þetta nefnilega engari vísindafabúlur. Það með þessum örbylgjum, þá hægt að gera þetta, sko. Og þá fær maður velta fyrir sko að eitt sem ég skil ekki fólk sko, ég þekki á kunninga sem svona ofsarhættir við rafsegulbylgjur sko. Já. Eru þeir með álpapír? Og ég skil ekki sko, silfurföt einn vinnur minn að selja. Silfurföt? Já. Okay. Föt með silfri sko, það að blóta silfurverðinu núna eða hækka verið á fötunum. En sko, þetta stendst allt saman vísindilega, en ég skil ekki eitt hjá örbylgju hrætta fólkinu sko, að vera á móti 5G, að 5G hefur miklu minni styrk, eftir því sem fer hærra í númeri, þá styrkurinn minni, sendistyrkurinn sko. Já, ok. Þannig að ég hefði haldið svona, það þægilega að vera í 5G-bylgjum heldur en í 3G sko. Já, þannig að þetta smá svona sumir á villigutum með þetta. Halda 5G Já, ég bara skil ekki vísindin sko. Já, ég fatt það. Herðu, Axel, það var rosalega gott að heyri þér. Ég verði að skjóta inn í lokin. Fyrirgefðu, sorry Axel, að því bara núna svona nýr tíma núna í gangi, mjög svona pínu skeri, sérstaklega bara fyrir, það almúin núna að taka eftir einu, og það AI, Artificial Intelligence, og eins og voru að tala áðan, flugvélarnar sem skull á, flugvélarnar innan gæsalappa, am I right, sem skull á turnin, am I right, Axel Björn, gerðist ekki. CGI, núna í dag, við ræddum um daginn, í draugaþætti. Já. Núna mun enginn trúa mér ef ég sé draug og tekur það myndband. Af því að það mun allir segja, herru, þú ert að nota Artificial Intelligence, eða þú veist eitthvað Sora dæmi. Hvar stendur þú með AI? Og þú ert að tala fake news og ég meina, núna er hægt að búa til miklu raunverulegri falsfrétt í raun og veru. Hvernig þín til, það breytir kannski engu fyrir þig, af því að það var hvort sem búin að fá aha-momentið. Já, við erum að fá tækni sem að leyniþjónusturnar hafa verið með í 20 ára delay, hvernig við fáum það. No fucking way. Og mikið af þessum atburðum, ég meina,
þeir hafa notað AI mjög lengi, sko. Er þetta mögulega reptiles? Já, reptiles umræðan. Sko, þú veist að það er partur af heilanum þér sem heitir reptile brain. Reptile brain? Okkar. Já, það er stöð í heilanum sem kallað reptile brain. Núna er komið nýtt orði yfir þetta, sko, sem hérna, það til fleiri orðum svipa, sko, psychopati, sko. Já. Og sko ég hef tekið þessar risaeðlu kenningar fólk sem hefur ekki, eins og eðla, sko, hún bara étur þig. Hún er ekki svona, ég hef kannski ekki að éta hann, sko, ég hef að býða alltaf fitna, eða veist. Þannig að það er verið að lýsa sem sagt ástandi sem hefur enga samúð og sem er psykopati eða nú komið eitthvað nýtt orða. Já, einmitt, narsissist er nýjasta orðið yfir sama fyrirbæri, sko. Einmitt. Og það er stór hópur af fólk sem er mikið í að stjórna okkur, sem eru psykopatar eða risaeðlu, eða eðlu heilar, sko. Af því að þeirra heili hefur ekkert farið mikið út fyrir reptile hlutan, sko. Já, ok. Þannig að þetta er ekki raunverulegar, þú veist, eðlur. Við erum að tala um heila starfseminina. Já, ég sé þetta sem myndlíkingu, sko. Davíð Æk var nú fór þarna alla leið í þennan pakka, sko. Já. Og Davíð Æk hefur sagt mjög margt, mjög gáfulegt, en þarna ég veit ekki alveg hvort sem það grínast, sko, er hann að trölla eða hvað er í gangi, sko, en ég tek, þegar hann talar risaeðlurnar, sko, þá túlka ég hann svona. Að tala fólk sem haga sér eins og eðlur, sko. Bara, það er býtaður hausinn og bara þeim er alveg saman. Halda fram að labba í banka að tella peningana sína. Já. Þetta er góð loka orð, held ég. Já, ég held það. Ég held að þetta er bara frábært. Bara geggja spjall, mjög áhugavert. Ég lærði helling en ég trúi engu. Við skilum hérna. Það er gott. Já, skilur mig. Þá lærður af honum að trúa bara sjálfum. Það er það sem ég er að segja. Ég trúi bara sjálfum mér. Ég er fanatíkus með trúfrelsi og skoðanafrelsi. Eins og bara, þú veist, minna eins og James Bond, ég er bara alveg þar að þetta er ekki raunverulegur manneskja. Þú veist, ég er víst bara einn þar, sko, hérna, og með, íþróttálfinn. Og þú veist hann er byggður á raunverulegu fólki, sko. Segja þér. James Bond? Höfundurinn var, sko, MI6 í mörg ár, sko. Já, en Axel. Hvað heitir hann? Fleming? Heitir hann Ian Fleming? Hann er að dýbönga samsæðaskynningur af þína. Axel, James Bond er myth. Þú veist það, þetta er náttúrulega bara bíómyndir, sko. Þetta er bara eins og með íþróttálfinn. Já, en þú veist að stundum er sagt, sko, þetta er byggt á sannsægulegum atburðum. En hvar eru keilurnar, gaur? Hvar eru keilurnar? Hver græðir? MI6, maður. Já, eru þeir fá stafgjöld? Okay. Já, hérna, nei, ok. Það er spurning. En þetta var svona mjög gaman. Mjög skemmtilegt spjall. Já. Hérna, gegja. Herra Axel minn, bara takk. Já, takk fyrir þetta. Og hafa það gott. Bless. Bye. Sömuleiðis. Já, bye. Þetta var áhugavert, sko, Eyþór. Hvað átti sér stað hér nú? Þetta var Axel Pétur og þetta er snillingur. Shit, sko, ég veit ekki með það. Snillingur, hvað meinar þú? Ef þú hlustar á hann, bara... Ég var að hlusta á hann í klukkutíma. Ég gerir mig ekki fyrir. Klukkutíma? Af ykkur bull? Manstu? Hann trúir á sjálfan sig. Ég er ekkert að banna það, en bara ég trúi að þetta hafi alltaf verið bull. Bara sorry. Þá er þú líka trúið þú sjálfan þig og þú mátt það. Já, ok. En það er líka það sem hann sagði. 80% fólki vil tala um sjálfan sig og aðra. Skilur þú? Setja út á aðra. Já. Nú ert þú á því. Ég er ekkert að setja út á hann. Þú sagði þetta verið bull. Að mínu mati. Þá ertu að setja út á hann. Nei. Að vera að bulla, það er að vera að setja út á. Kannski pínu. Ok. Skilur þú, það er samsæðiskenning sem er búin að nánast bara styðjast við, bara á einu augabræði. Shit, sko, þetta var svo erfitt fyrir, en það tókst eftir, ég tók eftir einu. Hérna, ok.
ég meina, við erum með podcast, það skrítið að geta ekki tala um dæmi sem við varum að tala um, skilur, ég verði að fá að segja nokkur orð hérna. Algjörlega. Sko, alltaf, ég kom með góða punkta, eins og bara jákvæða hliðin, eitthvað sem ég hef aldrei skilið með samsæris svona kenningafólk, fólk sem er með samsæri. Eða, þú veist, er að pæla í þessu. Það er alltaf neikvætt. Það er alltaf neikvætt. Það er aldrei eitthvað, ég held að það sé gaur, raunverulegu gaur, að setja dót í skóinn hjá barninu mín. Skilur, það er aldrei hérna jákvæða dæmi, þú veist. Það er aldrei eitthvað svona, ég meina, ég held að sé einhver leyniþjónusta sem er að hérna gera okkur betri manneski. Þú veist, það er aldrei það er alltaf bara eitthvað, það vilja allir drepa okkur. Þú veist, og það er það sem mér finnst ekki mega sens. Af því að ef að þetta er allt satt sem hann er að segja, þá hlýtur að vera eitthvað öflan úti sem er að gera eitthvað jákvætt nema enginn er að tala um þau. Þú veist, hversu leiðilegt er það? Já, en það er samt góða punktur líka hér, þú veist, hérna, að ef allt er satt sem hann er að segja. Já. Ég fíla samsæðiskenningar. Ég myndi segja að ég væri svona halli til hans. Ég er náttúrulega ekki á hans stað. Nei, þú ert ekki neitt á hans stað. Nei, en ég er að segja, þú veist, ég er opinn fyrir öllu. Varstu bara eitthvað að reyna við hann? Ég ætla bara að spyrja það núna, hreint út, með tunglið og heimurinn sé flatur og eitthvað. Já. Þú varst að reyna við hann. Þú varst basically bara, þú varst að ljúga hann. Nei. Jú, þú ert, Eyþór, ég er búin að þekkja það lengi. Ég veit alveg að þú veist að jörðin er ekki flöt. Hann sagði það aldrei, mástu. Nei, en þú veist. Já. Við getum spólað tilbaka og spilað þegar þú varst að byrja að spyrja hann út í gerfitungl og eitthvað svona nei. Tunglferðina? Já, hérna fisheye-linsuna. Jú. Já, þú trúir því ekki. Nei, sko, mál er það sem ég er að gera þarna, það er að vera blaðmaður. Já. Hlutlaus. Samt svo ógeðslega hlutdrægur með honum. Það er það sem ég er að gera, ég er að vinna til að tala. Skilur, ef ég er bara mótun og skellir hann bara á. Skilur, hvað er hann enn að tala um fólk sem er endalist bara eitthvað, nei. Þú ert að bulla. Já. Auðvitað skellir hann bara á. En Guðjón á bænum hlustendur, takið þessu with a grain of salt. Nei. Trúið sjálfum ykkur. Þú veist, það má alveg segja, ok, annarkvort trúið mér eða Axel Petri. Þið ráðið, skilur. Fuck me, þetta var áhugavert, maður. Þetta er nefnilega, það er líka það sem ég tek út úr þessu, þú veist, ok, það má vel vera að hann hafi bullað ýmislegt. Já. En sumt að þessu kannski satt, segjum 70-30, 70 bull, 30 eitthvað til í. Já. Þá hef ég svo mikið áhuga á manneskunni, Axel Petri. Já. Af því að þú veist, þetta er bara gæi sem skamma sín ekki fyrir neitt. Nei. Pældi hvað þetta er cool að geta bara komið bara, ég hafði samband við hann á hann. Bara sem til ég að koma og ræða samsæðiskenningar. Hann bara, hell yeah. Já. Finally. Mitt. Bara ég gerði það í gær síðast. Ég meina þessi gæi fór í forsetaframboð tvisvar. Já. Og hann er ekkert eitthvað, já, ég ætla að gera þetta og hitt. Hann er bara að setja út á, þú veist, hann er svona gjörningslistamaður. Í soldið. Pínur svona gjörnings. Hvað hétt strákurinn sem fór í forsetaframboð sem bara mjög svipað Viktor, já. Hann var í gjörning. Já, í mitt. Þú veist, hann fór bara í þetta með... Hann var held í langt með að segja. Já. Þú veist, já. Oflangt. Nei, bara geðveikt. Fyrir... Oflangt, hvað meinarðu? Já, bara... Ég fílaði hann, ég hefði kosið hann. Já, ok. Hefði Jón Gnarr ekki verið hann, ég hefði kosið hann. Sko, allan með hvað sjónvarpi gaf frá sér, það var þetta bara eitthvað fróðið haus, sko. Nei, bara stemmingsmaður. Þetta er mest, sko, þú getur ekki sagt annað, þetta var mest stemmingsmove ever. Þetta var stemmingsmove. Já. Ef hann hefði verið stemmingsmaður. Skilur þú? Hann er það. Hann var stemmingsmaður for the cause. Okay. En þegar á bóttinni kvöld, þá er þetta bara hérna Axel er bara geggjaður karakter. Það er ekkert að þú setja út á það. Nei. Alveg sama hvað fólki finnst. Áhugaverð típa. Ég er að segja það. Bara geggjaður karakter sem hefur bara sína skoðanir. Já. Og útvarpar þeim og sjónvarpar þeim bara svo hann vill. Já. Við svo aftur á móti þurfum bara að trúa eða ekki trúa. Já. Sem ég ger ekki. Nei. Það er bara allt í lagi. Já, allt er góð. Manstu, eins og hann sagði. Allir vinir. Trúa sjálfan sig. Einmitt. Allir vinir. Komur óvart samt að hann trúði á mesta bara svona sko, þetta er svo áhugavert. Shit, Eyþór. Það er svo mikið til þess að unpacka eftir þess að umræða. Hvernig trúir hann á Guð? Hvernig... Valega. Nei, þú veist,
Valega. Já, ég bara að segja, þú veist, meina, ég trúi smá Guð, ég bara meina, hvernig trúir þessi gaur, sem trúir engu, ég skil þig. Trúir ekki ágríns neinu, af öllu, þá það þetta sem hann bara, nei, ég meina, bara, þú veist, Jesú var til. Nei, menn það sagði hann líka, þú veist, hann ekki viss að Jesú hafi endilega verið. Nei, en, þú veist, skilur hann, ég fattur mig veist, mér finnst eins og hann ætti að vera með bara megakenningar Jesú Krist hann pottet með það, alveg pottet hann örugglega með eitthvað svona sem debunkar þetta eða sannreinir þetta alveg pottet sko. Hann gæti ekki fara þangað, hann var bara, þetta er bara on gæti ekki fara, við vorum ekki að biðja hann að fara þú veist, það hefði verið heldur þungt spjall hálftími Jesú Krist og samsæðiskenningar sko. En eina sem ég tek út úr þessu bara, enn og aftur, bara frábær einstaklingur, bara gaman að tala við hann eins og við höfum komið inn á einn áður bara þú trúið bara því sem þú vilt trúa já, ég gera það bara og hérna stend fast á mín mamma mín er engin chemtrails Ísland og NATO herinn burt ekki leið sko. En það líka þar starfur eitt miskilning sem ég tók eftir já, hjá honum nei, á þér já, þegar hann segir allt satt þegar hann er náttúrulega betri en ég nei, málið er að það er sko, það er verið að tala sérstakar þetta er ekki alla flugvélar þetta er kannski bara ein flugvél á vegum já, alltaf eitthvað svona þægileg lýsing þægileg útskýring á öllu svona kjáft þetta er náttúrulega svo fokkin pirrandi ég hefði átt að vera reyðar við hann nei en þú veist, skilur, þetta er bara svo það er alltaf eitthvað svona útskýring þú veist ein vél af mörgum veist, en þetta gerist í mörgum vélum þetta er literally bara þetta er bara, þú veist, loft sem myndar þetta já, þú veist en trúirðu chemtrails? Ég? Já sko, þú gerir það ekki, sko? Jú Nei, þú gerir það ekki það er ekki fræðileg möguleiki þar en málið er hvað meinar þú trúir í vilt, ok hold up vilt þú meina að það sé fyrir að blokka sólina sem er bæðið með ekki til grilla, þetta er alltaf einhvern svona þú veist, það er ekkert hann uppi en þetta er samt að vera með flugvélar og svona blokka út að hita og eitthvað svona ég myndi frekar segja að ég trúi hinn í kenningunas sem var heilbrigðiskerfiskenningin ef ég ætti að trúa einhverju, skilur að þá væri þú veist að þetta sé einhver eiturefni til að halda fólk í skefjum og heilbrigðiskerfi græðir á því að þú sért veikur skilur við en ekki þessari kenningu hinni sem þú varst að nefna sko. Viltu meina það make meira sense þú er bara, make a sense þeir eru að eitra fyrir öllum svo heilbrigðiskerfi heldur þetta sé eitthvað plott heldur þetta sé einhver doktor heilbrigðiskerfi vantar pening idea þetta er það sem að sko setjum eitur í flugvélar nei, málið er það sem að hann kom ekki nóg vel inn á eða við að hann hefur oft talað djúpryggið eins og þegar hann var á X-inu og þetta þá talar hann reglulega djúpryggið djúpryggið er eitthvað sem er svona eins og Illuminati það er einhver aðri sem er að stjórna öllu síðan er bara puppet masters út allt sko. Ok, alright áhugavert spjall ég er bara frábær spjall ég draumar urða veruleika það er á hreinu ándjóks alveg sama, ok ég ætla bara að hreinskilja ég er endilega ekki svona ég trú ekki öllu sem hann er að segja sko. ég veit það er það sem ég er að reyna að segja já, og það er rétt hjá þér að því við ljúum ekki hlustum en þá er það staðan skilur, ég er opinn fyrir öllu og ég er mjög gaman að kenningum en þú veist allt sem ég var að segja trúið á ég kannski trúið ekki en þetta er meira til að opna umræðina sko, þegar við sátum þetta niður og tókum þetta símtal og bara þegar það byrjaði þá var ég bara, hvað er að gerast hér með hverjum sit ég skilurðu en það getur verið þegar þú ert hluta djúprygginu en þetta var geggjað þáttur þetta var mjög gaman draumur að veruleika er íþróttarálfurinn til margar spurningar ennþá á lofti trúðu því sem þú vilt trúa já, einmitt
hlustandi senda okkur endilega inn þínar samsæðiskenningar og hvað þú ert að pæla. Við förum kannski yfir bara í næsta þetta. Samsæðiskenningar part 2? Nei, bara svona létt. Já, bara létt. Já, bara svona, bara svona ef ykkur er með svona to add. Einmitt. Veistu hvað er toppan þá? Hjálpið okkur, eða hjálpið mér, ekki hjálpa Eyþóri, af því að hann bara, þú veist... He's long gone. Já, Eyþór er long gone. Hann myndi gera allt, Eyþór myndi gera allt fyrir Axel Pétur. Hjálpið mér að náum honum, debunkum Axel Pétur. Veistu hvað ég meina? Já. Það væri alveg áhugavert, ef ykkur getur komið með bara svona... Sendi okkur Instagram. Já, af því að ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Nei. Sendi mér pælingar út frá þessu viðtali og segi mér hvað ég hefði getað sagt við gaurinn og síðan hringju aftur í hann og ég með listan. Veistu hvað ég meina? Já. Það er eitthvað það. Málið sem með Axel Pétur. Já. Ég held að það sé, þú lendir aldrei í stuttu spjalli. Nei. Skilurðu? Það er að klifta eitthvað til. Já. Mjög líklega. Þú veist, þetta til dæmis símtal. Bara ef við segjum hlustundum. Já. Þetta var klukkutími. Þetta verður náttúrulega aldrei klukkutími. Þetta átti að vera 20 mínútur. Já. Það var svona planið. Já. En hann er bara með ýmsarkenningar á lofti. En hlustundur náum honum saman. Eða hlustundur mínir, veit ekki með þína. Þínir hlustundur kannski sendið inn kenningar sem að þeir eru með. Fyrir part 2 einhvern tíma síðar. Já. En þá verð ég til í að uppgerta þáttinn. Já. Og við erum Axel Pétur. Og svo einhvern annan aðeil á mótunum. Já. Sem að er sko bara að debunk allt sem hann segir, eða ekki. Já. Og þeir eru einhvern svona... Við erum bara flug á vegg. Já, við erum bara, við erum kannski að slíta á því sundur. Einmitt. Já, oktagon. En næsta vika, takk fyrir okkur. Klálega. Elska ykkur, væri til í að gera allt fyrir ykkur og mér stendur. Já, einmitt. Þátturinn er búið Happy Hydrate, Securitas og Colgate. Securitas, kóðinn gladur fyrir 50% af þinni heimavörn. Svo djúbríkin á þeir ekki. Be safe.